Og nú byrjum við á leksíun okkar og Kristján Ari Sigurðsson ætlar að leiða hana. Gjör svo vel, Kristján. Já, sæl og blessuð og velkomin og sérstaklega velkomin hérna í Loftsalinn. Við eins og þið kannski þekkið að þá erum við með sameiginlega útsendingu núna til skiptis frá Reykjavík og Hafnarfjarðarsöfnuði og ég vona bara að þið láta okkur vita að það heyrist vel í okkur og svoleiðis og ég ætlaði bara að byrja á því að kynna þá sem eru með mér til hliðar svo að þið hafi ekki miklar áhyggjur á sóttvörnum eiginkona mín, hún Elísa og á vinstri hönd er Vigdís
og Helgi með okkur hér og við hlökkum til að taka þátt í lífræðum samræðum og vonum líka að þið verið með. Ilse, getur þú kannski aðeins útskýrt fyrir okkur hvernig fólki getur verið með heima í stofunni heima? Já, við munum fara yfir lektíuna og ræða helstu punkta úr henni, en við viljum endilega að þið taki eins mikinn þátt og hægt svona í gegnum tölvu, og bara svo þið viti þá eru alls konar möguleikar í boði. Það eru núna í gangi til dæmis lektíuhópar á Zoom. Fyrir þá sem að kunna á Zoom þá hægt að taka þátt bara með því að hitta annað fólk í gegnum tölvuna í svona myndbandsspjalli. En svo sé ég nú þegar að það eru margir tengdir og hafa verið að skrifa, og ef þið farið, ég vænti þess að þið séð inn á YouTube, ef þið sjáið á hægri hönd þá svona spjallrás þar sem að þið getið skrifað inn spurningar eða athugasemdir ef þið eru ósammála, ef þið eru sammála, ef þið viljið færa umræðuna að ykkur öðru. Þá mun ég fylgjast með og lesa upp það sem þið skrifið. Þannig að já, það svona helsta. Já, við kannski bara byrjum á því að lúta höfði í bæn. Mætti ég biðja þig, Helgi, að biðja fyrir okkur? Kærleiksríki Faðir, við þökkum fyrir tækifæri til að koma saman hér í dag, þrátt fyrir óvenjulegar aðstæður, að þá getum verið nýtt okkur tæknina og komið saman. Við biðjum þig og bjóðum þér að vera hér mitt á meðal okkar með anda þínum, að þú mættir hafa áhrif á hugi okkar og umræðuna og leið okkur að því sem að þú vilt að standa upp úr hér í dag. Við biðjum þig að blessa þessa stund og við biðjum í Jesú nafni. Amen. 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 Já, eins og Erik nefndi í síðustu viku, þá hefur kirkja 7. adventista lagt mikla áherslu á menntun, og einmitt þennan ársfjórðung erum við að einblína á menntun. Og þið tók kannski sérstaklega eftir í lektíu síðustu vikur, þá kom einmitt inn á það að Jesús lærði sjálfur frá móður sinni á kné hennar orðin sem hann sjálfur hafði talað til lífsins. En efni eða þema lektíunar í dag einmitt þetta lögmál, sem sagt að lektían þennan kvildaginn heitir lögmálið sem kennari. En ég ætla að biðja Vigdís, ef þú væri til í að lesa minnisversu okkar í dag, það 5. Mósebók 7. kapli og 5. vers. Já. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Já, kæra þakkir. Já, hvernig horfum við á lögmálið sem kennara? Þetta svolítið áhugaverð leksía og skemmtilegt sjónarhorn. Ef við byrjum bara á hvíldardags eftirmiddaginu, þar verið að fjalla um lögmálið, en hver eru takmörk lögmálsins? Ef við byrjum bara svona strax á því. Hvað meinar með takmörk? Hversu langt nær lögmálið? Nú oft verið að tala um lögmálið og kærleikan og þú veist hvað, því ég svona að reyna að koma að því að þú veist, eins og stendur, en ef að lögmálið getur ekki veitt syndunum líf, hver þá tilgangur þess? Annar en að sýna okkur fram á þörf fyrir náð. Það svona það sem að koma inn í lektíuna. Þannig að ég var svona að hugsa, lögmálið gott, en hversu langt nær það? Ég held að þetta lögmál hafi alltaf verið til. Þannig ég held að sé ekki bara til þess að sýna okkur fram á þörfina fyrir náð. Ég held að lögmálið hafi verið til alveg frá upphafi meðan allt var fullkomið og allt var gott. Vegna þess að þetta bara það sem rétt. Svona fungerar veröldin. Guð hefur skapað fullt af lögmálum. Það var ekki þörf fyrir að tíunda sérstaklega lögmálum varmafræðina eða þyngdaraflið eða eitthvað svoleiðis, því að við brutum ekki það lögmál sem manneskjur. En það var þetta siðferðislögmál sem að við brutum. Þess vegna kannski þörfu því að taka það sérstaklega fram. Já, og það kannski tilefni til að útskýra það, hvað erum við að tala um? Það nefnilega spurning sem segir,
hvaða lögmál ertu að tala lögmál Móse eða boðorðin 10? Já, Já, þú getur sagt allt saman, sko. Mhm. Það hérna ýmis konar lögmál sem að Móse setur fram sem eiga ennþá við í dag, en það eru þetta lögmál boðorðin 10 sem kannski standa upp úr. Já, en ekki mitt verið að tala Tóra, þannig þá erum við í hérna aðeins víðtækari. Víðtækari heldur bara boðorðin 10. En hérna, nei, nefnilega, mér fannst, sko, það er kannski það sem ég kannski náði ekki að koma almennilega frá mér, en mér fannst vera svona eiginlega kjarnin í hvíldardags eftirmiðdeginu að við frelsumst ekki fyrir lögmálið. Þannig að lögmálið mun aldrei frelsa okkur sem slíkt. Þannig að, en ég er mjög sammála þessu sem þú nefnir, Helgi, með það að lögmálið, það var áður en að syndin kom í heiminn, lögmálið er áfram, en svo er lögmálið líka eftir að Kristur kemur tilbaka, þannig að það er óbreytt, það verður allan tíman eins. Ef að við hleypum, já. Ég var bara að velta fyrir mér að þú varst ekki að segja að það var eitthvað spurning sem var að koma inn varðandi það hvort við séum að tala boðorðin 10 eða bæði boðorðin 10 og lögmál Móse. Jú, einmitt, það verður að spyrja, sko, þegar leksían er að tala lögmáli sem kennari, hvað erum við að ræða? Er þetta boðorðin 10 eða lögmál Móse? Og svo er hérna skrifað, kannski lögmál takmarkandi hugtak, eigum við ekki í raun að tala allt orð Guðs. Og svo er annar sem skrifar hér, með og í trú lifum við lögmálið, bara lögmálið eitt er ekki frelsandi eða lífgjafi eða trúgjafi. Já, ég held nefnilega að stundum hugsa að lögmál Móse sé ekki lögmál frá Guði, en það var Guði sem gaf Móse lögmálið. En það náttúrulega, maður þarf náttúrulega að kannski rýna aðeins betur í það vegna þess að þar á maður að finna meginreglur yfir það sem maður kannski á ekki alveg við í dag, eins og til dæmis að grýta fólk fyrir hórdóm eða alls konar svona sem að átti við kannski þjóðfélagi sem var engin lögregla og engin fangelsi og þannig að já, mér finnst allavega mikilvægt að líta á þetta kemur allt frá Guði. Og þegar hérna talandi þetta, þegar Jesú var að vitna í lögmálið, þá var hann ofta að vitna í sálmana. Hann er ekki að vitna í Móse, hann er ekki að vitna í boðorðin 10, hann er að tala eitthvað sem stendur í sálmunum. Þannig að það er víðtækt, það er eiginlega bara Gamla testamentið eins og að leggur sig. Já. Og ef við hugsum kannski lögmálið eins og var skrifað hérna ekki bara boðorðin 10 heldur allt orð Guðs, þá trúi ég því allavega að lögmálið og boðorðin 10 endurspegli lyndiseinkunn Guðs og í gegnum lögmálið sjáum við hvað skiptir Guð máli, hvernig hann er. Hann vill að við séum heiðarleg eins og hann er heiðarlegur. Hann vill að við elskum náungan eins og hann elskar alla. Og þá er lögmálið, þá er kannski hægt að taka þetta hugtak og víkka eins út og segja að lögmálið og orð Guðs er í raun og veru það sem hann er og það sem ég ætlaði að segja líka var það sem hann er en einnig sko leiðavísir fyrir okkur. Þetta er svona skilgreining fyrir okkur, hvernig getum við vita hvað Guð vill eða hvað Guði finnst rétt. Já, ég hugsa einmitt, þetta er alveg mjög góð punktur og þá er þetta kemur að því, sko, ef að Guð er kærleikur og Guð er lögmálið, hvað felst það og leksían kemur eins og sunnudags kaplanum kemur inn á þetta sem sagt að óttast drottinn og nú vorum við að undirbúa okkur fyrir leksíun og við hugsaum með okkur hversu oft höfum við rætt það, hvað það þýðir að óttast drottinn og kannski verið gott að fá feedback frá ykkur sem eru á netinu. Ég sé að það er að koma inn margar kveðjur og frá mismunandi stöðum og bara gleðilegan hvíldardag til ykkar allra og gott að sjá hvað eru mörg að fylgjast með og en það verður gaman að fá að sjá hversu oft hafið þið rætt það hvað það er að óttast drottinn og ef einhver úti er með svari nú þegar þá má hann endilega senda það inn
en við ætlum líka að reyna að ræða það hérna í salnum smá. Eigum við kannski að lesa versin í 5. Mósebók og meðan þið skrifið niður. Sjá. Í 31. kaflanum með það. Já. Að lesa þetta. Já, 9-13. Já. Móse skráði þetta lögmál og fékk það prestunum, niðjum Leví sem báru sáttmálsörk drottins og öllum öldungum Ísraels. Því næst gaf Móse þeim þessi fyrirmæli. 7. hvert árið sem skuldir eru felldar niður á laufskólahátíðinni, þegar allur Ísrael kemur til að sjá auglit drottins Guðstíns á staðnum sem hann velur, þá skaltu flytja þessi lög fyrir allan Ísrael. Stemdu fólkinu saman, bæði körlum, konum og börnum, ásamt aðkomumönnum innan borgarhliða þinna, til þess að þeir hlusti á þau og læri þau, óttist drottinn, Guð ykkar, og gæti þess að framfylgja öllum ákvæðum þessara laga. Börn þeirra sem þekkja ekki lögin ennþá skulu hlýða á og læra að óttast drottinn. Þetta skulu þið gera svo lengi sem þið lifið í landinu sem þið haldið nú inn í yfir Jórdan til þess að taka það til eignar. Já, ég sé það komin inn hérna 2 svör á YouTube. Það er lögmálið kærleikur. Þetta skrifa lögmálið kærleikur til Guðs, kærleikur til náungans. Hugsið hvernig heimurinn væri ef allir færi eftir þeim 10 boðum sem Guð gaf oss. Og Steinir skrifar ótti í Biblíunni er ekki hræðsla heldur virðing. Og síðan spyr hún versið, eru þessi lög skuldinar eitthvað sem eru enn í gildi? Helgi, kannski væri þú til að segja okkur eitthvað lítið þennan texta? Ég væri svakalega til í að þessi lög skuldina væri enn í gildi. Ég held að það myndi breyta miklu. En sko, ég ætla nú ekki að halda þér fram að ég hafi endanlega skilning á þessu með ótta. En það er mjög einfalt að segja að þetta sé virðing, en þegar við lesum, og ég er ekki hebrísku fræðingur, nota bene, en það er sama orð á hebrísku sem bara þýðir ótti, það þýðir ekki annað, það er bara ótti. Og ég hef oft böglast með þetta, hvernig getur þetta passað að elska Guð en óttast Guð. Og að einhverju leyti held ég að þetta felist, og þetta er náttúrulega bara mjög takmarkað svar, en þetta snýst samband. Guð vill að við eigum samband og við eigum samband við Guð. Og því meira sem við kynnumst Guð og þekkjum Guð, því meira þykir okkur vænt hann. En á sama tíma, alveg eins og bara maður lærir eitthvað annað, á sama tíma kemst maður að því hvað maður veit lítið Guð. Og það takmarkast af bara því hver við erum sem manneskjur. Og ég held að leið þá er ákveðin óttablandin virðing fyrir því að það er eitthvað miklu meira og miklu stærra heldur en ég. Og ég held að það kannski tengist þessu hugtaki með ótta, að maður fer að bera annars konar virðingu og hún er óttablandin af því það er svo margt sem við vitum ekki. En við treystum honum því meir sem við þekkjum hann. Ég hef stundum hugsað þetta með ótta Guðs. Ég hef alltaf tengt þetta við pappa vegna þess að ég átti mjög góðan pappa og hann var mjög kærleiksríkur og hann var alveg ótrúlega þolinmóður og hann var ekki droslega duglegur að skamma okkur krakkana, mig og systkini mín. En þegar það var eitthvað sem við fórum alveg yfir strikið, yfir línuna, þá gat hann stundum sagt eitthvað. Hann var ekkert að raskilla okkur eða neitt. En hann kannski bara sagði, þetta var ekki í lagi. Og þá náttúrulega við bara skulfum. Ég og systkini mín bara, ó nei, pabbi skammaði okkur. Og við vorum hrædd. Út af því að ég vildi ekki eyðileggja þetta fallega samband sem að ég hafði við pappa minn. Ég vildi ekki að hann hætti að vera svona góður við okkur og svona tillitssamur og þolinmóður. Þannig að ég bara held að þessi ótti
snúist það að óttast það að missa Guð frá okkur, að óttast það að fara inn á einhvern veg þar sem að við fjarlægjumst Guð meir og meir. Já, ég get alveg, hvað segir maður, ég man eftir rosalega mörgum umræðum þetta, hvað þýðir ótti, er það hræðsla? Mér finnst þetta koma mjög reglulega upp í leksunni, en mér finnst leksuhöfundarnir lýsa þessu ágætlega núna, þar sem þeir segja það að því meira sem að kynnist Guði, því meira áttar maður sig á því hversu réttlátur hann og hversu fullkominn hann og á þá sama tíma sér maður sinn eigin ófullkomleika meira og áttar sig alltaf betur og betur á eigin þörf fyrir Guð. Og mér finnst rosalega gott komment sem var að koma hérna að hlutverk lögmálsins og alls orðs Guðs eru leiðbeinandi orð. Þetta er vegurinn, farðu hann. Og ég held að það passi mjög vel við samhengi þess sem kemur á eftir í leksunni. Nei, einmitt, og eins og alltaf þá kannski ómögulegt að reyna að fara yfir alla punkta leksunar en við skulum samt reyna að stikla á stóru, og ef við förum yfir í mánudagskaflann þá kemur hann einmitt þetta með þetta hugtak að vitna gegn þér. Og hvernig, já, ég hugsa þetta oft bara líka með það að lögmálið líka ákveðin spegill. Það er ákveðin leið eða ákveðin verkfæri sem að Guð gefur okkur til að einmitt átta okkur á því hvenær við höfum farið alveg yfir línuna. Og stundum það, sumir hlutir eru ekki skrifaðir alveg niður, njörfaðir niður, og þá það samviskamann sem ræður hvernig maður skilur það. En stundum bara línan hér og hún bara hér, og það kannski getur verið gott af því að samfélagið það getur farið alveg í hérna áttina og alveg síðan yfir í hin áttina, sko. Þannig að þarna einhver einmitt leiðir, en á samaskapi þá verður lögmálið líka vitni gegn okkur, því þar getur það allt í einu orðið, eða eins og Móse segir, hann að reyna að setja lögmálið fram aftur og aftur, hann gefið fyrirmælum að setja í söng til þess að fólk átti sig á því og sé meðvitað um lögmálið. Og mér fannst það mjög skemmtilegt að þessi pæling vitni gegn þeim, hún líka í Nýja testamentinu, hún ekki bara í Móse, og ef við förum í Rómverjabréfið, 3. kafla, vers 19 til 23, og ég kannski bara lesi hérna snöggvast. Vér vitum að allt lögmálið sem segir það tala til þeirra sem eru undir lögmálinu, til þess að sérhver munnur þagni og allur heimurinn verði sekur fyrir Guði. Með því að engin lifandi maður hefur réttlæst fyrir honum af lögmálsverkum, en fyrir lögmálið kemur þekking syndarinnar. En nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámenninni vitna verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trúna á Jesú Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinamunur, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og hverju máli skiptir það fyrir okkur að vita það? Og þetta kemur kannski aftur inn á hvíldarseftirmyndið fyrst að lögmálið líka benda okkur til náðarinnar. Já, ef við hefðum ekki þetta lögmál þá værum við ekkert meðvituð að við værum gölluð. Ég held og þar með væri engin þörf fyrir Guð í mínu hjarta, þar að segja. Ég fyndi ekkert fyrir neinni þörf fyrir að þiggja fyrirgefningu eða tilrekna réttlæti eða leiðsögn andans. Ef að ég sæi það ekki svart á hvítu að það væri eitthvað að mér. Ég fer ekki, það fer enginn til læknis nema hann halda þessi eitthvað að honum. Já, ok, þeir eru ekki margir.
Já, en það er kannski eitthvað aðeins með fartilæknis án þess að þurfa því Góða punktur. ásaki. Það er annar mál. Nei, ég held að þetta sé, þetta er það sem fær okkur til þess að finna fyrir einhverju þörf og þetta fær okkur til þess að tengjast Guði. Nei, mitt og ég held að þetta spilar allt saman. Þú veist, þetta samband sem maður á við Guð og það maður að kynnast Guði og það maður að kynnast kærleika hans, maður að kynnast lyndiseinkunni hans og þá er maður líka að læra um lögmálið, biblíuna, reikninguna og með því að einmitt þetta bæði að uppgöta hversu mikilfengill Guð er, hversu góður Guð er, en líka átta sér á því að maður er kannski þrátt fyrir allt ekki fullkominn og maður hefur sína galla og einhvern veginn samt komast þeirri niðurstöðu að Guð vill samt nota mig þátt að ég sé gallagripurinn ég og þrátt fyrir mína ókosti þá er Guð samt tilbúin að vinna með okkur mönnunum. Það er svolítið svona, finnst mér svolítið magnað. Já, það er líka gaman að hugsa út í það að við erum að læra það hvernig fólk hegðar sér á himnum og hvernig allt á himnu virkar, öll samskipti og allt. Þetta er náttúrulega það sem við erum að fara inn í þegar Jesús kemur aftur og við öðlumst eilíft líf. Mér finnst það mjög áhugaverður punktur. Við erum að undirbúa okkur fyrir eilíft líf og annað líf sem tekur við og við, okkur langar til þess að vera þegnar himinsins og viljum við þá ekki læra núna strax hvernig það er og þá er það ekki bara undirbúningur fyrir það sem koma skal en við getum fengið svona smá forsmekk af því sem koma skal með því að æfa okkur í þessu hér og þetta er það sem að er verið að skrifa hér, til dæmis skrifar Steinun, þegar ég skil að Guð elskar mig og ég elska hann, þá vil ég fara eftir leiðbeiningum hans. Og þetta er svo skýrt í Biblíunni að og ég ætla bara að umorða þessi vers, að við elskum hann út af því að hann elskaði okkur fyrst. Og Jesús segir líka, ef að þið elski mig, haldið þá, sýnið það þá, haldið boður mín, verið hluti af þessu ríki mínu, bæði hér og síðan seinna. Og ef ég man rétt, maður náttúrulega aldrei að vitna í eitthvað svona blaðlaust, en þá segir hann þetta eftir að hann segir við og nýtt boður gef ég þér. Að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað þér. Þannig að þetta er eitthvað sem skiptir hann máli. En svo kemur leksían líka inn á það að því að, og það er vitnað í söguna Jósúa, ég sé hvernig tíminn er að hægt og rólega fljóta frá okkur svo að ég leyfi mér bara umorða, en hér kemur 3. kaflinn að þá er er sem sagt frásagan Jósúa og það er sagt við Jósúa, vertu hughröstur, vertu hugrekkur og hann færi leiðbeiningar það að halda sig á fylgja lögmálinu, að lesa lögmálinu, fylgja lögmálinu og víkja hvorki til hægri né til vinstri og nú ger ég öfugt en það er bara fyrir ykkur í útsendingunni. Alltaf að bjarga sér sko, Helgi brosir. En þannig að þarna er verið að segja, víktu hvorki til hægri né vinstri frá þeim og þá kemur þessi setning, svo að þér vegni vel hvert sem þú ferð. Og það er svolítið áhugavert því að við sjáum síðan að það sem gerist á undan er að Ísraelsmenn voru 40 ári í eyðimörkinni og svo sjáum við þarna að nú tekur Jósúa við og þeir fara inn í Kananslandið og þeir eru að fylgja eftir orðum Guðs og þá gengur miklu betur. Allavega tók ekki 40 ár auka í eyðimörkinni ef við orðum að þannig. Þannig að það er svona. En hvað með Jósúa þegar hann fór fyrst inn í fyrirheitnalandið, kom svo tilbaka og var næstu grýttur fyrir að vera sannur þjónn Guðs og þurfti þar að ekki að labba í 40 ár í eyðimörk fyrir það að vera sannur og trúr þjónn Guðs. En samt stendur þarna að honum muni vegna vel.
Hvað þýðir það? Nei. Já, Einmitt. já hann var náttúrulega bara einn af þessum hóp sem fór inn. Hann vildi fara inn í landið, Kaleb vildi fara inn í landið, en það var hinn hópurinn sem sagði nei, þetta er allt of flókið, þetta er allt of mikið, þeir eru allt of stórir og þeir eru allir í 2 metra reglunni og við getum ekkert farið þangað inn. Og það náttúrulega var til þess að þeir gátu það ekki, en ekki að því að Jósúa hafði staðið illa. Einmitt. En er það ekki líka mikil velgengni að vera, finna frið Guðs alveg sama hvað, treysta honum fullkomlega alveg sama þó að það sé að vaða hérna yfir allan heiminn, COVID-19 eða hvað það er sem að kemur yfir okkur? Er það ekki velfarnaður að finna fyrir frið og treysta Guð fullkomlega í gegnum öll okkar vandamál, alveg sama hvað það er, að vita það að Guð er sá sem að uppfyllir allar okkar þarfir. Þá er maður eins og tréð sem að stendur við læk og ber ávöxt svona réttum tíma og blöð þess vísna ekki. Já, og í rauninni óháð útkomunni. Já. Maður hvílir bara í fullvissinu. Alveg sama hvort að ég er að fara að deyja úr COVID-19 eða ekki, þá er fullvissan alltaf svo að ég á Guð og ég á framtíð. Ekki það ég ætla að tala niður þá sem hafa liðið vegna COVID-19, en bara það er fullvissan, þetta traust, þetta samband. Já, það er oft, fólk spyr sig oft hvar er Guð þegar að fólk fær jafnvel eins og pabbi þegar hann fékk krabbamein þá spurði mamma hvar er Guð en maður getur alltaf bent á virkilega sanna og trúa þjóna Guð sem hafa þurft að þjást á hræðilegan hátt og svo nefnum ekki bara sjálfan Jesús, konung okkar, skapar okkar. Já. En er þetta ekki það sem að er ekki þrá eftir þessu í hverju manns hjarta? Þegar maður talar velgengni og kannski ef við myndum spyrja 100 manna hóp hvað velgengni er, ég er alveg vissum að það myndi koma mismunandi svör. Ganga rosalega vel í vinnunni, fá há laun, eiga flottan bíl, ég veit það ekki, eiga marga krakka, eiga fáa krakka, ég veit það ekki. Það er örugglega alls konar svör hjá fólki, kannski búa á þessum stað, nei búa inni, þú veist, í borginni, nei búa í útlöndum. En einhvern veginn held ég samt að flestir myndu segja, já en það sem ég vil í lífinu það er bara að vera hamingjusamur, það er að hafa góða heilsu, það er að eiga frið. Þetta eru einhver hlutir sem er erfitt að mæla og erfitt að vinna sér inn. En það er líka einmitt það sem Biblían segir, þú getur ekki unnið þér inn frið, sama hvað þú vinnur marga yfirvinnutíma, fær kannski meira borgað en þú getur ekki keypt þér hamingju nema bara til skamms tíma. Þannig að já, leksían talar að ykkur megi vegna vel. Við getum skilgreint á okkar hátt, en Guð er búinn að setja fram skilgreiningu í orði sínu og það er það sem þetta lögmál snýst að miklu leyti Ef að við lifum eftir hans forskrift, þá líklegra eða þá er eiginlega bara, hvað sem var ekki líklegra, það er bara gefið að okkur muni líða vel, sama hvað gengur á. Og þetta er eitthvað sem er loforð og þetta er gjöf og þetta er eitthvað sem að við getum ekki unnið okkur inn. Nú ætla ég að vera leiðilega maðurinn. Endilega. Er það gefið að okkur muni líða vel? Það er ekki gefið að okkur muni alltaf líða rosalega vel. Ég hugsa bara Elía. Já. Hann gerði akkurat það sem Guð bað hann honum leið ekki vel. Nei. Það eru fleiri dæmi það. Þannig að það getur alltaf, það er alltaf sko möguleikin á einhvers konar efasemdum eða þú veist, okkar líðan, hún er svo fallvöld. Einmitt. Nei, einmitt, ég held að það sé alveg sko mjög góða punktur. Við getum ekki alltaf treyst endilega á okkar tilfinningu eða samfæringu. Auðvitað verður maður að lifa með sinni samfæringu, en það er stundum sem að maður hefur rangt fyrir sér eða einhvern tíma þar sem maður upplifir eitthvað sem kannski upplifurinn á kannski rétt á sér en hún er kannski ekki endilega rétt. Maður upplifir kannski einhver hafa ætlað að særa sig en það var ekki meint þannig. Þannig að við þurfum einhvern veginn að passa okkur í því. Það er svolítið merkilegt finnst mér einmitt hérna því að við tölum lögmálið og kærleika en ef við tölum sko
það sem er á móti lögmálinu, það sem er lögmálsbrot, þá er það náttúrulega bara syndin, en hver er afleiðing, þú veist, lögmálsbrotana og það, já, hver er afleiðing hennar? Þú veist, af hverju er Guð að vara okkur við þessum hlutum? Hvað er svona slæmt við að brjóta lögmálið? Já, það er stóra spurningin, hvað er svona slæmt, en það er náttúrulega bara, sko, ef maður hefur kynnst Guði og vill vera nálægt honum, þá vill maður ekkert fara frá honum. Manni finnst það alveg hræðilegt. Það náttúrulega endar endanlega ef maður vill ekki iðrast í dauða, eins og Guð segir. Já, ég held að það sé líka mikilvægt að muna sko að sá dauði er ekki refsing, hann er afleiðing. Af því að það er ekki hægt að lifa í þessu ástandi. Alveg eins og ég hef nefnt það áður, ég get ekki brotið þyngdarlögmálið bara svona að því mér langar til þess að prófa að stíga út af svölum á 10. hæð. Það er einhverja afleiðingar sem fylgja því og þess vegna gerir ekkert okkur það. Alveg klárt, og það er einmitt það sem Lexían bendir á, að þú veist, syndin, hún getur leitt til sársauka, þjáningar og eilífs dauða, og það er þess vegna sem við fáum þessar ráðleggingar að forðast hana í raun og veru. En við höfum aðeins komið inn á það, en ég með langar til að bara stökkva því ég sé að við erum alveg að koma að lokum í dag, að stökkva yfir í föstudagskaflann og náum við að lesa tilvitnunina. Já, eða hvað, ég voru kannski bara, já, við kannski náum því ekki alveg, en hér er einmitt þetta með kærleikan og lögmálið, að kærleikurinn er undirstaða og grundvöllur sannara menntunar, undirstaða sköpunar og endurlausnar, og hann kemur ljóslega fram í lögmálinu sem Guð hefur gefið okkur sem leiðbendandi lífs oss. Fyrsta og mesta boð er þetta: elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náungan eins og sjálfan þig. Að elska hinn eilífa og alvita af öllum mætti, huga og hjarta felur í sér æðsta þroska alls máttar. Það felur í sér að endurreista eigin mynd Guðs í allri veru okkar, líkama, huga og sál. Og síðan er seinna boðorðið, það er það að elska náungan. Og ég veit ekki hvort við höfum, já, kannski nokkra mínútur bara til þess að eru við með áhorfendur sem vilja segja eitthvað? Já, sko, mér langar bara að þakka öllum þeim sem að skrifuðu á spjallarásina. Það eru margar umræður og það hefur hægt að teygja umræðuna í alls konar anga áttir og ég er búin að sjá þetta og það verður bara frábært að við hefðum auka klukkutíma til að fara inn á öll þessi atriðin. Takk kærlega fyrir að fylgjast með og takk kærlega fyrir að skrifa og vera með okkur, og ég ætla að reyna að svara nokkrum eftir að útsendingunni lýkur, en við þurfum að ljúka með bæn og ég vil bjóða ykkur til þess að biðja með okkur og kannski hugsa þetta mál meira, lesa lektíuna og þó að við sem búin að ræða hér, þá getið þið ennþá hugsað þetta heima, þannig að við skulum bara ljúka með bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér svo mikið fyrir það að við getum átt samfélag og við getum rætt saman, við getum lært þig, þrátt fyrir ástandið í samfélaginu og alls konar takmarkanir, þá bara vil ég biðja þig að vera með okkur öllum í dag. Þú megir vera hjá hverju einu okkar á sérstakann hátt, að við megum eiga félagskap með þér í dag, að þú megir tala til okkar, að þú megir veita okkur af þínum heilaga anda. Þú megir líka hjálpa okkur að sjá hvernig við í okkar lífi getum komið nær þér, hvernig við getum, já, bara við megum öll leita þíns vilja, að þú megir stjórna lífi okkar, að við megum leitast við það að gera þinn vilja, vegna þess að þú hefur fórnað svo miklu fyrir okkur, þú hefur elskað okkur og okkur langar til þess að vera í sambandi við þig. Takk fyrir allt saman í Jesú nafni. Amen. 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 Og takk kærlega fyrir Vigdís og Helgi og öll þeir sem voru heima. Já. Sko, það sem mér skilst er að það er komið að tilkynningum og við erum bara með eina tilkynningu núna og það er frá Suðurhlíðaskóla, og Suðurhlíðaskóla langar að senda kveðju og kæra þakkir til allra þeirra sem að studdu við ADRA-innsöfnuna hjá þeim. Krakkarnir voru rosa duglega að safna og voru með
búð og eitthvað fleira og það hefur safnast nú þegar 307.380 krónur. Og Guð blessi ykkur öll og kærar þakkir.
verið hjartanlega velkomin til kirkju í dag, þó þið séu öll heima og gleðilegan hvíldardag. Við ætlum að byrja þessa stund með því að syngja sálminn númer 87, Þú ljóssins Herra, númer 87. Ég ætla að lesa úr ritningunni 1. Korinthubréf, 13. kafla, 4. til fyrrihluta 8. vers. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Við skulum biðja. Kæri Faðir, ég vil þakka þér fyrir þennan dag sem þú gefur okkur, að við getum komið saman og tilbeðið þig á þínum helga degi. Og ég vil þakka þér fyrir þá fórn sem þú færði fyrir okkur og sýndir í verki hversu mikið þú elskar okkur. Drottinn, hjálpaðu okkur að vera eins og þú og elska eins og þú. Viltu blessa okkur með þínum miklu blessunum.
og leiða okkur. Viltu gera okkur ljós í þessum heimi til þess að létta öðrum sporið. Ég bið fyrir öllum þeim sem að þjást eða eru einmana og ég bið þig að vera með þeim. Ég vil biðja fyrir söfnuðum okkar hér á Íslandi og út allan heim. Mættu við boða þinn fagnaða boðskap til allra manna. Ég bið fyrir landinu okkar, öllu fólkinu sem hér. Vilt þú blessa ríkisstjórnina á þessum erfiðu tímum? Viltu gefa þeim mikla visku það hvernig eigi að leiða þau erfiðu mál sem eru komin upp. Drottinn, viltu vera okkur öllum náðugur og leiða okkur með þínu miklu gæsku. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú ætlum við að syngja sálminn númer 146. 146. Nú skulum við taka upp gjafir og þær renna í safnaðarsjóð og upp á skjánum munu koma upp reikningsnúmer þar sem hægt að leggja inn til stuðnings starfsins.
Við skulum biðja. Kæri Faðir, ég þakka þér fyrir allar þær gjafir sem þú hefur hellt yfir okkur af mikilli náð og elsku. Og ég vil þakka þér fyrir það tækifæri að geta gefið tilbaka aftur til þíns málefnis. Ég vil biðja að blessa þessar gjafir og margfalda og megi þar vera þínu starfi til góðs í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, nú er komið að ykkur. Nú ætlum við að syngja sálmi númer 319. Ó Jesú bróðir besti. 319. Jæja, krakkar, nú komið að ykkur. Hann Erik ætlar að segja ykkur barnasögu. Hæ krakkar. Hi kids. Voðalega skrítið að við ekki hvað eru marg að hlusta. It's very rare to not know how many are listening. Vonaði séu bara þó nokkrir krakkar. I hope there are several of you there. Ég ætla að segja ykkur fyrst smásögu konu sem langaði voðalega mikið í kjól. First, I'm going to tell you a story about a woman that really wanted a dress. Svo hún hugsaði, já ég bara sníða hann og sauma hann sjálf. Well, I'm just going to make that dress myself, Svo hún she said. keypti sér efni og sneiða niður eftir ykkur uppskrift. So she went and bought a fabric and cut it out as it should have been made. Og saumaði kjólinn, Then she sewed it together fór í hann. and put it on. Svo sagði hann, heyrðu, jú, þetta auðvitað ágætt en mér langaði eiginlega í silkikjól. And then she said, well, this is okay, but I would rather have wanted a silk dress. Þetta bara venlegt bómallarefni. Ég meina, þetta ekki akkurat það sem ég langaði í. This is a fabric that is made from cotton. That's not exactly what I wanted. Svo fæði einhver sem sagði við hana, þú verður bara að velja almennilegt efnið þú ætlar að fá góðan kjól. So someone said to her, you just have to choose a very good fabric if you want a nice dress. Þetta var fyrir hluti sögunar. This was the first part of the story. Svo kemur svolítið meira. And now we have something more. Það eru 2 strákar sem voru í skóla. This is about 2 boys that are in school. Kannski voru þeir 7 ára, ég held það. Maybe they were 7 years old. Og þeir voru ekkert voðalega þægilegir í bekknum. And they were not behaving well in Þeir the voru classroom. að trufla, þeir voru að tala saman og þeir hlustuðu ekkert á sem kennarinn var að segja. They were interrupting, they were talking to each other, and they were not listening to the teacher. Stundum eru strákar svona. Sometimes boys behave like that.
og kennari vissi ekki alveg hvað hann átti að gera. And the teacher didn't know exactly what to do. Þeir voru ekki að læra neitt They were not learning anything. og þeir voru að trufla alla í aðra í bekknum sem lærðu heldur ekki neitt. And they were interrupting everyone else so that they didn't even learn. Kennarinn pældi í þessu og sagði, heyrðu, ég ætla að gera nokkuð, ég ætla að bjóða öllum krakkanum heim til mín. So the teacher thought, I have to do something. So he decided to invite all the children to his home. Þið komið til mín og þar ætla ég að gefa ykkur kakó og kökur. You come to my home and I will give you cookies and hot chocolate. Það var minnst aftur svoleiðis þegar ég var krakki að það var æðislegt að koma og fá kakó og kökur. When I was a kid, this was wonderful to receive cookies and hot chocolate. Kannski vilja krakkar eitthvað annað í dag, ég veit það ekki. En þessi strákar hugsaðu, heyrðu, við þurfum ekkert að koma til kennarans, en úr því hún ætlar að gefa okkur kakó og kökur, þá ætlum við að koma. And the boys said, we don't need to go to the teacher, but since he's going to give us cookies and chocolate, we might as well go. En kennarinn sagði við krakkana, það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur að gera. But the teacher said to the kids, there's just one thing I need you to do. Þegar þið komið, þá takið þið fræ með ykkur. When you come, you bring a seed with you. Þið getið ráðið hvers konar fræ þið komið með. You can decide what kind of seed you're going to bring. Einhvers konar grænmeti, kannski grænkál eða gulrætur eða róur eða eitthvað. Maybe kale or maybe carrots, whatever you want. En þið getið líka komið með blómafræ þið viljið. You can also bring a seed for flower. Komið með nokkuð fræ í poka og svo komið heim til mín. Bring some seeds in a bag and come to my home. Og svo þegar þau komið þangað, Then when they came there, þá var allt tilbúið út í garði, var hún búin að stinga upp, kennan, ég veit ekki hvort það var kona eða kall, ég ekki alveg viss, en þú var búin að stinga upp og raka allt og beðin voru alveg tilbúin sem sá í þau. so when the kids came, the teacher had prepared a soil in the garden, ready to put the seeds down. Þau krakkarnir fóru öll út og sáðu í garðin alveg eins og þau áttu að gera og merktu við hvar þau höfðu sáð og hvað þau höfðu sett niður. And the children went to the garden and put all the seeds as they should have done and put their names there with their seeds. En hvað haldið að strákarnir hafa gert? What do you think the boys that were Þeir sagði, naughty did? við skulum alveg koma og við skulum alveg taka þátt í þessu, en við ætlum samt að stríða svolítið. They said, well, we are going to come, we're going to participate, but we are also going to do something naughty. Svo vitið hvað þið komið með í poka? Guess what they brought in the bag? Ekki fræ, No seeds, heldur fiskbein. but bones out of fish. Þeir voru búin að taka fiskibein og klippa því í smá bita, setja því í poka og svo láta eins og það sé fræ. They had cut them down and put them in a bag and just pretended that they were seeds. Svo þeir fóru þarna út í garð og sáðu fiskbeinum í garðin. So they went out to the garden and put down some fish bones instead of seeds. Fannst þeir vera æðislega sniðir og kom inn á eftir og fengu kakó og kökur og hló og við gerum svolítið grín. And then they went in and got cookies and hot chocolate and laughed a lot about what they had done. Kennarinn sagði ekki neitt. And the teacher didn't say Þeir anything. bara fengu kakó og kökur og svo fóru þau heim. They just received their cookie and hot chocolate Þetta and var then they í- went home. Þetta var í apríl. This was in April. Þessu landi þá var hægt að sá í apríl, svolítið snemma á Íslandi, en þetta í þessu landi þá var það hægt. In this country, they could actually put the seeds down in April. Svo kom mæ, Then May came, svo kom júní, then June, svo fór okkur nálgast það að skólinn var í búinn, and then the school was það var í about to sömafrí. be finished and everybody was going to take a vacation. Þá sagði kennarinn, jæja krakkar, nú ætla ég að bjóða ykkur heim aftur til að skoða garðinn. And then the teacher said, well, kids, let's go and see how the garden is doing. Þið ímynd ykkur hvernig það lítur út, það er allt saman komið upp og lítur svo vel út, það eru blóm, það eru ímiskonar grænmeti. Can you imagine how it looks like? There are all sorts of flowers and vegetables there. Svo að krakkarnir fóru heim til hennar So the kids went to her home. og þau fóru að skoða, hérna voru gulræturnar allar komnar upp og hérna voru blómin.
here they saw the carrots and there the flowers were. En það var smá partur af beðinu sem var svolítið öðruvísi. But there was a part there in the garden that was a little bit different. Hvað haldið hafi verið þar? What do you think was there? Þar voru þorskhausar. There were heads of cod. Ha, krakkarnir segi, hvað er þetta? And the kids said, what is this? Og strákarnir roðnuðu og segi, hvað í ósköpunum byggust ekki við þessu? And the boys, they were so red out of shame and they didn't expect that one. Kennarinn sagði, heyrðu, hérna, And the teacher said, ég sá alveg hvað þið gerðu. I saw what you did Ég sagði ekki neitt. and I didn't say En nú anything. getið þið komið og séð hvað afleiðingarnar voru af því sem þið gerðu. So now you can see the result of your actions. Þetta var svona eiginlega sagan því að það er nefnilega lögmál til sem segir að eins og þú sáir, þannig myndu uppskera. This is the story about the way that you seed is what you get as a result. Það stendur í Biblíunni, stendur í Galatabréfinu. It says in the Bible, in the Galatians, Guð lætur ekki að sér hæða, God doesn't let anyone mock him. eins og maðurinn sáir, þannig mun hann uppskera. As a man sows, as he will reap. Og þannig var þetta með strákana, þeir voru að fíblast í bekknum, þá lærður ekki neitt og þeir voru að sá þar, þeir myndu svo uppskera með að þeir lærðu aldrei neitt. Well, that was what the boys were doing. They were not paying attention in the class and they were not learning anything. Og heima hérna í garðinum, þá þeir sem lögðu settu niður fín fræ, fengu stórkostlegan uppskeru en strákarnir, þeir voru bara að fíblast og fengu ekkert upp úr því. And the kids that put down nice seeds in the garden, they got a very good harvest, while the boys, they didn't get Þetta anything. tengir svolítið sögunum kjólina, konuna líka, sjáu þið. This connects with the story of the woman on the dress. Svo þetta er svolítið alvarlegt lögmál This is a very serious law, að maður fær eins og maður gefur frá sér. that you receive what you sow. En það er líka annað lögmál. And there's also another law, Svo þetta sé ekki of drungalegt. so that this is not too shady. Og það er að Guð er líka til í að fyrirgefa. And that God is ready to forgive. Og Guð er líka til í að gefa nýtt tækifæri. And God also wants to give us new Ef við bara opportunity. byggjum það, þá er hann alltaf tilbúin til að gefa okkur nýtt tækifæri því uppgötnum að við höfum verið að sá ykkur vitleysu. As we discover that we have been sowing something bad, then he is ready to forgive us. Og það tengir svolítið ræðinu sem ég ætla að segja við ykkur og flytja hérna á eftir. And this connects to the sermon that I'm going to be speaking to you. Takk krakkar, en þið þurfið ekki að fara neitt, þið með alveg vera með okkur, hlusta áfram. Thank you, kids. You can stay if you want to with us. Og þá held ég að þessi komið að því að ég flytji ræðuna. Það er gott að vera með ykkur og við vitum ekki hvað við erum mörg, en það er yndislegt að vita til þess að þið eruð að hlusta á okkur. It's nice to be with you all, and I don't know how many you are here, but it's very good to know that you are out there listening. Það er svo óendanlega mikilvægt á þessum erfiðu tímum sem við göngum í gegnum núna að við stöndum saman sem samfélag. It's very important in these days that we are living, that we stick together as a society, Sem söfnuður, sem fjölskyldur, as a church, as a family, að við hvetjum hvert annað. Erum við ekki sammála um þetta? that we encourage each other. Don't we agree on that? Engin okkar vill vera sá sem tapar Nobody wants to be the one who loses eða dregur úr öðrum. or drags other people down. En ef við pössum okkur ekki, þá getum við einmitt haft þannig áhrif. But if we are not careful, this is what we can actually accomplish. Frekar dregið kjark úr fólki heldur en hitt. We can discourage people instead of doing the other En vice. uppörfun er einmitt kraftur lífsins. To encourage people, that is the power of life. Uppörfun er nauðsynlegur kraftur í samskiptum milli fólks.
encouraging is an important power between the people. Það eins og vatn handa þyrstum manni It's like water for the thirsty og hjálpar okkur til að sigrast á erfiðleikum. and helps us to conquer difficulties. Öll þráum við einmitt uppörfun. We long for encouragement Hrós kannski, þakklæti fyrir það sem við erum að gera. and thanks for what we are doing. Við sjúum þetta til okkar eins og svampur We suck this in as a sponge, og þessi uppörfun, hún kemur okkur gegnum daginn. and this encouragement goes with us throughout the day. Ef uppörfun það mikilvæg, Encouragement is that important. hvernig getum við þá séð til þess að við séum meira jákvæð heldur en neikvæð? So if the encouragement is so important, Meira, how can we secure that we are more positive than negative? í samskiptum milli okkar getum við verið meira uppörfandi heldur en niðurdrepandi. And in our interaction with each other, to be positive than negative. Það teiknimyndaserja sem heitir Smáfólk eða Peanuts. There is a cartoon that's called Peanuts. Ég verð að viðurkenna að ég les þetta ennþá, mér finnst gaman að lesa þessa teiknimyndaserju. I still read these cartoons. I Og really like them. ein serían svona, það Linus One series is like that. og hann að reyna að búa til teiknimyndaserju. It's Linus and he's trying to draw a cartoon. Og hann vill fá mat systur sinna, Lucy á þessu. And he wants Lucy, his sister, to evaluate it. Svo hann spyr Lucy, finnst þér þetta fyndið? And he asks Lucy, do you think it's funny? Og næstu mynd þá sést svona varfærnislegt bros færast yfir andlit Lucyar. And in the next drawing, a little smile appears on the face of Lucy. En svo horfir Lucy á Linus og segir, Linus, hver gerði þetta? Hver skrifaði þetta? And then she looks at her brother Linus and she asks, who did this? Og Linus svarar stoltur, Lucy, það var ég sem bjó þetta til. And Linus says proudly, Lucy, it was me. Næstu mynd þá sér maður Lucy þar sem hún krumpa blaðið saman, fleygir því frá sér og segir, nú úr því að svo þá finnst mér þetta ekkert sniðugt. And then in the next drawing, we see Lucy crumple the paper, throw it away and say, oh, since it's you, then I don't want it. Á síðustu myndinni þá hirðir Linus upp blaðið, hann sléttar það og segir, stórar systur eru illgresið í grasflöt lífsins. Then Linus takes up the paper, flattens it out and says, big sisters are the weed in the lawn of life. Ég get ekkit undirstrikað að hann tekið með eða verið sammála þessu þegar ég á rosalega góða stórusystur, ég myndi aldrei segja þetta hana. Yeah, I cannot maybe say that because I have such a good big sister. En stundum þetta svona, ég veit það ekki, But það getur verið sometimes stundum this svona. might be the case. Okkur finnst þetta hlægilegt, We laugh about this. en getur verið að við stundum höfum verið illgresið í lífi einhvers annars. But can it be that we are sometimes the weed in the life of others? Við skulum í dag skoða þau gagnstæða 5 einkenni huggarans eða uppörvarans. Let's look at the opposite today. 5 characteristics about the one who encourages. Og sá sem hafði þessi uppörvandi áhrif hét Jósef, And this person was called Joseph. og hann fyrst nefndur í Póstalagsögunni í 4. kafla 37. versi. And he is first mentioned in Acts 4:36. chapter 4:36. Jósef stendur þar, Levíti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas. Það þýðir huggunarsonur. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus. Ég ætla að tala smávegis Barnabas í dag. I'm going to talk about Barnabas today. Takið eftir hann hét Jósef.
en hann var kallaður Barnabas. You can see that he is called Joseph, but he is called also Barnabas. Það þýðir huggunarsonur. It means son of encouragement. Og þegar menn sá hann koma þá sögðu, þarna kemur Barnabas, það huggunarsonurinn, hann sá sem alltaf uppörvar fólk. And people would say, oh, there comes Barnabas, the son of encouragement, he who is always encouraging people. Það eitthvað í lífi hans sem gaf hann þetta viðurnefni. There's something in his life that gave him this nickname. Og hann fordæmi uppörfun þessi maður. And he gives an example of encouragement. Og ég að tala 5 einkenni uppörfunarinnar. And I'm talking about 5 characteristics of encouragement. Og fyrsta einkenni finna í 4. kaflanum í Postulasögunni 36 og 37. Þar stendur Jósef, leviti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunarsonur, átti sáðland og seldi og kom með verðið og lagði fyrir fætur postulana. And Joseph, who was also named Barnabas, this is in the Acts chapter 4, 36 and 37, by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Svo Barnabas hann á akur, hann fyrir og selur hann, og hann kemur með andvirðið og því dreift á meðal þeirra sem þurfandi. So Barnabas has a field, he sells it, and divides it between the needy. Fyrsti söfnuðurinn hafði þess konar samfélag til þess að aðstoða hjálpa þeim sem voru þurfandi. That kind of a society was within the first Christian church. Og Barnabas hann tekur virkan þátt í þessu. And Barnabas, he takes an active role in this. Og það einmitt grunnviðhorf þess sem uppörvar og hjálpar öðrum. This is the attitude of the one who encourages and helps. Hann gjafmildur á auð sinn öðrum til hagsbóta. He is giving and he gives of his riches to help others. Ef þú vilt uppörva og hjálpa öðrum, gerðu það þá á hagnýtan hátt, þar sem menn finna fyrir því. If you want to help and encourage, do it in a practical way, so that people feel it. Ef við gefum af tíma okkar, af hæfileika okkar, af fjármunum okkar, eigum, þá erum við á áþreifanlegan hátt að uppörva aðra. If we give of our time, talent and money, then we are helping people in a practical and real way. Það nefnilega 2 atriði sem sanna fyrir öðrum hvað mikilvægt, í raun mikilvægt í okkar lífi. There are things that really show what is important in our life. Það hvernig við notum peninga okkar. It is how we use our money. Og hvernig við notum tíma okkar. And how we use the time. Jesus segir sjálfur, Jesus says himself, þar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Where your treasure is, there's also going to be your heart. Og þeir sem vilja hvetja aðra og blessa þá, those who want to encourage others and bless them, gefa það líka án þess að vilja fá heiðurinn. And give it without wanting to receive the honor. Því að meginmálið að mæta þörfinni. Because the main thing is to help where there is need. Og þegar þörfinni hefur mætt, þá málið búið. And when the need has been met, then the thing is, you don't think about it. Það snýst ekki að fá heiðurinn. It's not about the honor. Corrie ten Boom, hún segir þetta vel. Corrie ten Boom says this very well. Ég hef lært að halda ekki of fast í neitt. I've learned not to hold too tight to anything. Því að það svo sárt þegar Guð þarf að rétta út úr fingrum mínum til þess að komast yfir það sem ég með í höndinni. Because it's so painful when God stretches out my fingers so that he will receive it from me. Ég hef lært að lifa lífinu með opna hönd. I have learned to live life with an open hand.
Guð getur lagt í hönd mína og tekið úr henni hvað sem hann vill. God can put things in my hand and take it whenever he wants. Og þannig verð ég aldrei af blessununum. And that way I never lose the blessings. Annað atriðið varðandi huggara og uppörvara að Another þeir thing about- taka þér eins og þú ert. Another thing about being encouraging is that one receives you as you are. Og þetta var einmitt annað atrið sem einkenndi líf þessa manns Barnabasar. This is also another thing that was a characteristic of Barnabas. Tilbúin að taka við fólki eins og það He was ready to receive people as they were. Í 9. kaflanum í Postulasunni þar talað afturhvarf Páls. In the 9th chapter of Acts, it talks about when Paul is repentant. Repented, já. Yeah, he repented. Frá því að vera ofsækjandi til þess að vera predikari fagnarerindisins. From being the persecutor to be the preacher of the gospel. 20. til 22. vers segir: Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að predika í samkunduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðum: þetta ekki maðurinn sem reyndi í Jerúsalem að útrýma þeim sem ákölluðu nafn Jesú? Kom hann ekki hingað til þess að fara með þá í böndum til æðstuprestana? En Sál eldist æ meir og gerði þá gýðinga sem bjuggu í Damaskus rökþrota hann sannaði að Jesús væri Kristur. We're going to read from Acts 9, 21 to 22. Then all who heard were amazed and said, "Is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests?" But Saul increased all the more in strength, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. Svo að gýðingarnir þarna í Damaskus, þeir segðu þetta gengur ekki og þeir lögðu á ráðunum að drepa Pál. So the Jews said in Damascus, "No, this cannot be like that," and they plotted to kill him. En fylgjendurnir, þeir tóku hann og björguðu honum og lét hann síga í körfu út í gegnum glugga yfir múrin. But the followers of Christ, they said that no, this cannot be, so they put him in a basket and lowered him down over the city wall. Og Páll fór til Jerúsalem til þess að sameinast lærisveinunum þar. And Paul went to Jerusalem to meet the disciples there. En þeir gátu ekki trúa því að þetta veri umbreyttur maður. But they couldn't believe that this man had changed so much. Hvað myndið þú segja? What would you have said? Einu sinni var þessi maður gýðingur meðal gýðinga. Once this man was a Jew amongst the Jews, Fariseiana. Pharisee of the Pharisees, Og nú hefur hann hafnað öllu því. and now he has rejected all of that. Eigum við að trúa því? Can we believe that? Hann að boða Jesú og fólk tekur við boðskap hans. He is preaching Jesus and people are receiving his message. Það kemur til Krists og fær frelsun. They come to Christ and they receive deliverance. En Páll þarf á hjálp að halda í Jerúsalem. But Paul needs help in Jerusalem, Söfnuðurinn ekki að taka við hann. and the church is not receiving him. Og í sannleika hafa andstæðingar hans nokkuð til síns máls. And in truth, up to a certain point, his enemies, they have a point. Að hugsa sér feril Páls, If hann we, samþykti dauða Sál if we think of what Paul had done, he accepted the death of Stephen, sem var fyrsti píslavotturinn which was the first martyr. og hann lagði næstum kirkjuna í rúst, He almost destroyed the whole church, blés ógnum á manndrápum gegn lærisveinunum. and he threatened and tried to kill the disciples. Gátu menn verið annað en áhyggjufullir. Wasn't it normal that they would be worried? En hver kemur, takið eftir, hver þessi sem kemur til þess að bjarga málum. But who comes here to save the day?
9. kapli í Postulasögunni 27. vers, en Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð Drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Let's go to Acts 9:27. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Sérðu hérna annað einkenni uppörvarans og huggarans? Can you now see another characteristic Hann of the one who is encouraging? Hann tekur þér eins og þú ert og hann leiðir þig þangað sem þú þarft að komast. He receives you as you are and guides you towards the way you need to go. Hann veitir þér traust. And he gives you trust. Hann tekur áhættu. And he takes risks for Hann you. lætur fortíðina vera en horfi fram á veginn. He puts the past behind him and looks forwards. Við þurfum þannig fólk innan kirkjunar okkar. We need that kind of people in our church Við þurfum þannig fólk innan Íslands samfélags. and in the society of Iceland. Við þurfum að horfa fram á veginn til þess að uppörfa hvert annað. We need to look forward to encourage each other. Að sjá möguleikana frekar heldur en að ákæra fyrir ykkur sem gerðist í liðinni tíð. To look at the possibilities instead of accusing for what has happened in the past. Byrjum nýtt tímabil Let's start a new era með gagnkvæmu trausti. with trust towards each other. Að vilja styðja og hvetja og trúa. We should give comfort and have faith in each other and strengthen each other. Hugsið ykkur Pál. Can you imagine Paul? Án Barnabasar hefðu við kannski ekki notið boðskapar hans og starfs. Without Barnabas, maybe we would not have enjoyed his work. Og það hefði vantað helmingin af Nýja testamentinu. We would be missing half of the New Testament. Án Barnabasar hefðu við kannski ekki fengið neitt Pál. Without Barnabas, we might not have had Paul. Kannski, við vitum það ekki. En Maybe allavega we don't. lagði hann sitt að mörkum, But at least Barnabas. he put his effort forth towards this. Þriðja atriðið varðandi huggara það að gleðjast yfir árangri annara. Yeah, the third thing about the characteristics of the encourager, the one that encourages, is Að gleðjast yfir árangri annara. that he is happy for what others have been successful. For the success of others. Já. Þetta að finna í 11. kafla í Postulasögunni. We can see that in the 11th chapter of Acts. Vegna dauða Stefáns, ég sagði við sálaðan, ég meini þetta, dauða Stefáns, þá drifði söfnuðurinn allt og boðskapurinn og dauða og upprisi Jesú fór víða. Because of the death of Stephen, the church spread all over. Og boðskapurinn upprisi og dauða og upprisi Jesú fór víða og söfnuðurinn óx. So the gospel went also forth and the church would grow. Og jafnvel heiðingjarnir byrjuðu að taka trú. And even the heathens would start taking their faith. Ég ætla að lesa 19. til og með 22. vers. Þeir sem drifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fór allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokkíu, en gýðingunum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene og þeir komið til Antíokkíu, tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindi Drottin Jesú. Og hönd Drottins var með þeim og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til Drottins og fregninum þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who,
when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Then news of these things came to ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. Það var mikil vakning sem átti sér stað þarna. There was a great awakening that happened there, Og þeir í Jerúsalem, þeir heyra, já, það mikið að gerast í Antíókíu. and the people of Jerusalem heard, oh, there are a lot of things happening in Antioch. Það þurfti að senda einhver til með eftirfylgni til að vinna með heiðingjunum sem höfðu snúist. And they had to send someone with a follow-up to help the heathens that had taken faith. Og hvern senda þau? Jú, Barnabas. And who did they send? Yes, Barnabas. Hvers vegna? Why? Vegna þess að hann var hæfastur, hann var jákvæðastur. Because he was the best fitted for this. He was the most positive one. Hann var hæfur færum að uppörfa og hvetja. He was so good at encouraging people. Og svo athyglisvert hvað hann gerir þegar hann svo kemur til Antíókíu. And it's interesting what he does when he comes to Antioch. Það stendur, þegar hann kom og sá hvað Guð hafði sýnt þeim mikla náð, þá gladdist hann og hvatti alla til að halda sér við Drottin með einlægu hjarta. Yes, in verse 23, when he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Uppörvarar, þeir gleðjast yfir sigrum og árangri annara. Those who encourage, they are so glad over the success of others. Það ekki neitt öfund að ræða, There's heldur no- samgleðjast þeim. There's no envy there, they're just happy. Mín reynsla það að ykkur sem hvetur mig og uppörvar, það bara gerir gæfumuninn í lífum hans. This is my experience that if someone encourages one, it just makes all the difference. Fjórða atriðið að uppörvarar mæta ríkjandi þörf. The fourth characteristic is that the people that encourage, they meet the need that is at hand. Við höfum stuttan tíma eftir. Mér langar samt að deila þessu með ykkur hérna. Þessi þörf sem var í Antíókíu kemur fram hér í 11. kaflanum 24-25. Barnabas var góður maður, fullur af heilugum anda og trú, og mikill fjöldi manna tók trú á Drottin og bættist við söfnuðinn. Þá fór Barnabas til Tarsus að leita Sál uppi. Yes, I'm going to read from the verse 24, which speaks about the point that I was pointing out. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Then Barnabas departed from Tarsus, for Tarsus to seek Saul. Athyglisvert, söfnuðurinn stækkar, það mikill árangur. Interesting, the church is growing, there are great results. Og væri það ég, þá myndi ég fylla stolt yfir því að þarna við erum að ná árangri. And if I would have been there, I would have be filled with pride because of the great results. Og bara hafa fleiri samkomur á hvíldardegi til þess að hafa pláss fyrir alla. And to have more services on the Sabbath to attend to everybody. En Barnabas fer til þess að sækja Pál. But Barnabas goes to fetch Paul. Og þegar hann finnur hann fer hann með hann til Antíókíu og í heilt ár eru þeir að vinna saman með kirkjunni og með nýjum meðlimum. And he brings him to Antioch and starts working with him to preach and receive more members of the church. Uppörvarar hafa það markmið að mæta ríkjandi þörf þó að þeir séu ekki sjálfir bestir til þess að framkvæma það. The people that encourage, they meet a need that is at hand, even though they maybe are not the ones that can execute or help in this need. Barnabas vissi að Páll hafði fádæma náðargáfu og að söfnuðurinn þurfti á andlegri fæðu hans að halda.
Barnabas knew that Paul had this amazing way of reaching people, and this is what Antiochia needed. Uppörvarar eru tilbúin til þess að taka aftursætið í bílnum og láta annan keyra ef þeir sjá einhvern sem getur náð betri árangri en þeir. The people that encourage, they are ready to sit in the back seat of the car if there's someone even more suited to drive than Og themselves. síðasta atriði þetta, uppörvarar gefa öðrum annað tækifæri. And the last point is that the people that encourage, they give others a second chance. Og ég ætla bara að fara fljótt með versi hérna í 15. kafla Apostolasögunnar 36, þar sem talað að Páll og Barnabas, þeir höfðu farið í trúboðsferð, en svo kom að því að þeir vildu fara í aðra ferð til þess að hitta það fólk sem þeir höfðu verið að boða. And I'm going to read from the 50th chapter of Acts, and they had been preaching, Barnabas og Paul. Barnabas, já. Barnabas and Paul had been preaching, and now Mission trip, já. they wanted to go the second trip. Já. Og Barnabas segir, já, Páll, fínt, ég skal fara með þér. Yes. En við þurfum að hafa Jóhannes Markus með okkur. Yes, Paul, I want to go with you, he said to Paul. Barnabas said to Paul, but I want to bring Jóhannes Markus with me. Og Páll, þessi athafnamaður, segir, nei, ég ætla ekki að taka Jóhannes Markus með. And Paul said, this very active and hard-working man said, no, I don't want Jóhannes Markus with me. Hann yfirgaf okkur í síðustu ferð. Hvers vegna ætti ég verið að taka hann núna? Ónýtur maður. He deserted us last time. He is of no use. En það stendur í versunum hérna að Barnabas var ákveðin í því að hann vildi hafa Jóhannes Markus með sér og það var ágreiningur milli hans og Páls svo mikill að þeir skildu þessar skiptum. It says here that Barnabas was totally decided on that Marcus was going to come with, and so they started disputing about this. Það einmitt viðhorf uppörvarans að gefa annað tækifæri. Because this is the attitude of the people that encourage, that they give a second chance. Ein mistök eru ekki endanleg mistök. One mistake is not the final mistake. Reyndu aftur, Try segja again, þeir. he says. Þetta gerði Barnabas fyrir Markus. This is what Barnabas did for Marcus. Athyglisvert. Barnabas fór í fyrstu ferðina með Páli og þeir voru nánir vinir. Barnabas went the first trip with Paul, and they were very close friends. En Barnabas hér tilbúin til að taka slaginn fyrir Markus. But now Barnabas, he wants to defend Marcus. Og svo að lokum, ég fæ kannski 1 mínútu í viðbót. Listmálarinn frægi Benjamin West, hann segir byrjun sína sem listmálari. And finally, just as we are finishing up, the painter, what's it called? Benjamin West. Benjamin West, he said a story. Hann var að mála einu sinni heima á sig, var að gera tilraunir og hann útataði alla stofuna. He was painting at home, and he smudged all the living room with Hann paint. sagði, ég ætla að laga til hérna áður en mamma kemur heim. And he said, I'm going to clean everything up before mom comes home. En tókst það ekki því að mamma kom fyrr en hann hafði ætlað sér. But he was not able to because mom came home too early. En viðbrögð hennar voru algjörlega koma honum á óvörum. But her reaction was a surprise for him. Hún tók upp þessa mynd sem hann var að mála og segi, nei, mikið þetta frábær mynd af henni systur þinni. She took up the picture, and she looked at it and said, oh, what a nice picture is this of your sister. Og svo kyssti hún hann á vangan And og fór. then she kissed him and left. Með þessum kossi, sagði West, With this kiss, said West, varð ég listmálari. I became a painter. Megi viðhorf An artist. Barnabasar einkenna kirkjunar okkar, vera okkur að leiða ljósi. May this be the beacon of our lives Verða okkur til innblástus and inspire us, að við megum vinna saman á þessum erfiðu tímum that we sem may við lifum. work together in these difficult times. Það mín bæn
Í Jesu nafni, amen. This is my prayer in the name of Jesus. Amen. Já, nú ætlum við að syngja lokasálmin okkar og hann er númer 159 í sálmabókin okkar. 159. Þakka fyrir það og ég bara hafa bæna. Við skulum þá taka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varviti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesu nafni. Amen.